Gísli Tryggvason, fulltrúi í stjórnlagaráði. Þú ert í B-nefnd ráðsins. Komið þið til með að kynna tillögur á 8. ráðsfundi á morgun? Já, ég gerir frekar ráð fyrir því. Nefnd B má kalla valdþáttanefnd. Hún fer með málefni sem lúta að forsetanum og handhöfn löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Og ég gerir ráð fyrir að fyrstu tillögur verði til kynningar á morgun. Og þær lúta einkum á því að styrkja Alþingi sem aðal handhafa eða eina handhafa löggjafarvalds og þó að þetta sé svolítið hlutlaust gagnvart í stóra álitefni sem við þurfum að ráða til lykta fljótlega, hvort að hér verður þingræði áfram eða forsetaræði, að þá ger ég nú ráð fyrir að þingræði verði á endanum niðurstaðan, en það þýðir að Alþingi velur ríkisstjórn eins og nú er. Sumir vilja hins vegar róttækari breytingar og vilja að forseti eða forsætisráðherra sé kosinn og hann velji sína ríkisstjórn án atbeina þingsins. En hvað sem að ákveðið verður í því, þá erum við að reyna að styrkja Alþingi bæði sem löggjafa og sem eftirlitsaðila gagnvart framkvæmdarvaldinu. Og ein aðal leiðin að því marki er að flytja frumkvæði að löggjöf meira til Alþingis í staðinn fyrir að flest stjórnarfrumvörp eða frumvörp yfirleitt sem verða að lögum séu samþykkt fyrst í ríkisstjórn og samin í stjórnarráðinu, að þá viljum við að þingmenn og þingnefndir séu kannski aðal vettvangur stefnumótunar fyrir nýja löggjöf. Hvernig heldurðu að tekið verði í þessa tillögu á ráðsfundi og svo almennt? Já, nú stendur yfir opinn fundur í þessari valdþáttanefnd B, þar sem að aðrir ráðsmenn og ráðskonur geta komið og tjáð sig. Það er eiginlega til þess að undirbúa þá ráðsfundir á morgun og afmarka umræðuna. Mér sýnist vera mikill einhugur að styrkja þingið, styrkja Alþingi sem handhafa löggjafarvalds, en svo erum við auðvitað að rökræða útfærslur til þess. Einhverja fleiri tillögur sem að þú telur að verði lagðar fram á morgun? Já, ein hugmyndin er að forseti Alþingis sé kosinn með auknum meirihluta, þannig að hann sé svolítið hafinn yfir flokkadrætti og komið þá frekar fram sem virtur og frekar óumdeildur leiðtogi og þannig aukist virðing þingsins frekar en að Alþingi sé eins og stimpilbúði í vassanum á ríkisstjórninni eins og stundum hefur heyrst. Þannig að þetta eru tvær leiðir til þess. Síðan erum við að ræða hvort á að stjórnarskrárbinda tiltekna nefndir eða hvort það er nóg að Alþingi ákveði það bara, til dæmis utanríkismálanefnd. Það tengist í að margir vilja setja í stjórnarskrá skyldu fyrir ríkisstjórnina að hafa samráð við utanríkismálanefnd stór utanríkismál. Og svo er rætt hugsanlega nýja nefnd eftirlit og stjórnskipun til þess að auka ábyrgð handhafa framkvæmdarvalds og styrkja eftirlitshlutverk Alþingis. Ég sé að þú kíkir alltaf annars slagið hérna á, er þetta ekki rafbók? Jú. Ertu með allar tillögurnar og allt, vinnuru á þessu? Já, ég er nýbyrjaður að vinna á þessu til þess að þetta fari ekki, já, þetta er minna ábyrgandi heldur en fartölva. Sérstaklega þegar maður er á ráðsfundi í beinni útsendingu. Og ertu með kannski þá skýrslu stjórnlaganefndar þarna í og fleira? Já, það er hægt að hlaða henni niður og öðru, en þetta er stærra en lofatölvusíminn en minna en fartölva og handhægt líka því að nú er ég eins og flesta daga að hjóla til og frá þessari vinnu og þá kemst þetta fyrir í hjólatöskunni. Verðið þið kannski fljótari að vinna að nýri stjórnarskrá með svona tæki? Já, einn félagi minn smitaði mig að þessu. Þetta er kannski tæknideild að einhverju leyti en þetta flýtir fyrir, já.